Já, við erum komið með Gylfa Magnússon til okkar, eða ekki til okkar, þú ert á skrifstofunni í Gimli, en prófessor í viðskiptadeildinni hann í Háskóla Íslands. Takk fyrir að vera með okkur. Og svona tilefnið að ég ákvað heyri er þessi samruni þessar samrunaviðræður sem í gangi milli Arion og Kviku banka, og svo þessar síðust þessi nýlega sala ríkisins á hlut sínum restina af hlut sínum í Íslandsbanka og þú rifjaðir upp svona, eða fórst og skoðaðir eignarhaldið á þessum bönkum sem við höfum þá nefnt, þessum 3 einkabönkum sem eru í einkaeign og það stærstu lífeyrissjóðir landsins eru þarna í efstu sætum og og mér langaði svona bara að ræða við þig eignarhald íslensku bankana því að þetta má segja kannski að það sé búið að stíga hann að loka skrefið af endurreisn þeirra svona þetta enn meira það fer enn minna fyrir einkafjárfestum í bönkunum heldur en fyrir hrun. Að hvað leyti það jákvætt og kannski að hvað leyti það neikvætt? Já, sko, það alveg rétt að núna eru 3 bankar, ef að við horfum fram hjá mjög litlum aðilum eins og Indó og Sparisjóðunum, að þá eru 3 bankar í eigu einkaaðila og svo 1 banki sem reyndar er þeirra stærstur, þó að munur nú ekkert mjög miklu, í eigu ríkisins og alltaf munurinn á þessu og stöðunni fyrir hrun eftir einkavæðingu var auðvitað þá voru allir bankarnir í eigu einkaaðila. En annar munur er líka að við erum með þetta sem kallað sameiginlegt eignarhald, þar að segja að stærstu hluthafar í öllum 3 bönkunum eru að stórum hluta sömu aðilarnir, fyrst og fremst lífeyrissjóðir, en svo nú líka einhver sjóðastjórnunar fyrirtæki, þar á meðal erlendir aðilar eins og Vanguard eru á lista yfir stærstu hluthafa og til dæmis ein birtingarmynd þessa er að ef við kíkjum á 3 stærstu hluthafana í Arion, Íslandsbanka og Kviku, að þá eru það sömu aðilarnir, stærstu lífeyrissjóðarnir 3. Og þeir eiga eitthvað frá rúmum 20 og upp í tæp 30% í hverjum banka. Þetta er auðvitað ekki í alla staði heppilegt, þó að lífeyrissjóður sé nú kannski alls ekki með verstu eigandum banka og auðvitað mörgu leyti betri en þeir sem áttu banka fyrir hrun, sællar minningar. En það er almennt ekki talið heppilegt að keppinautar séu með sömu eigendur, að það geti dreift samkeppni og jafnvel leitt til einhvers konar samráðs, kannski ekki þannig að mann beinlínis tali saman, en eigendur sem að eiga hlut í 3 keppinautum hafa nú kannski ekki mikinn hvata til þess að etja þeim út í blóðuga samkeppni. Nei, og þannig að ef myndi vinna markaðshlutdeild á einu stað þá væri þeir að tapa inn á hinum staðnum og arðsemin. Já, ég meit, þeir eru eiginlega að skjóta sig í fótinn með því að hvetja til blóðugra samkeppni. Þú skrifaðir ásamt 3 öðrum grein þetta atriði í fræðiriti Stjórnmál og stjórnsýsla, það eru komin 8 ár síðan, árið 2017. Hvað voru svona helstu niðurstöðurnar þar? Ég er nú búin að renna aðeins yfir hennar og því vísir þetta í að þetta er þróun sem hefur líka verið víða erlendis hlutabréfamörkuðum og verið talsvert skoðað þar. Hver voru svona helstu niðurstöðurnar ykkar 2017? Jú, sko, ég held að þær standi nú svona nokkurn veginn óbreyttar síðan, en það sem að við sáum var að það sem kallað sameiginlegt eignarhald, sem þetta að sömu eigendur séu að keppinautum, hafði ekki verið mjög áberandi fyrir hrun. Þar voru auðvitað alls konar önnur vandamál en ekki þetta. En eftir hrun að þá var eiginlega bara einum hópi kaupenda til að dreifa sem að átti mikinn pening og þurfti að fjárfesta og það voru lífeyrissjóðirnir, þannig að þau hlutafélög sem að rötuðu inn á hlutabréfamarkaðinn eftir endurreisn hans, hann var náttúrulega nánast þurrkaður út 2008,
Þau enduðu í eigu lífeyrissjóða að svona stórum hluta og það sama á reyndar við aðra flokka verðbréfa, sérstaklega skuldabréfa. Og þó að lífeyrissjóðirnir séu alls góðs megnugir, að þá er þetta áhyggjuefni, meðal annars vegna þess að erlendar rannsóknir, flestar bandarískar, hafa sýnt fram á að þetta geti deyft samkeppni og þar af leiðandi komið viðskiptavinum og þá náttúrulega á endanum neytendum illa. Við gátum svo sem ekkert fullyrt slík áhrif á Íslandi en þessar erlendu rannsóknir benda til þess að það væri eitthvað sem ætti að hafa áhyggjur af. Mhm. Og það virðist nú vera svona í umræðan innan heima að það er ekkert endilega margir hrifnir að þessu, eða svona fólk er svona, eins og þú segir, þetta er eiginlega bara veruleikinn og eitthvað sem hefði kannski ekki geta farið öðruvísi en maður svona skynjar það hvort sem það eru stjórnendur eða fjárfestar almennt eða jafnvel einhverjir starfsmenn lífeyrissjóða, það væri svona, þetta er ekkert endilega óska staðan þeirra en þetta er einhvern veginn bara niðurstaðan. Já, þetta er niðurstaðan og sko það eru ýmsar hömlur á fjárfestingar lífeyrissjóða í lífeyrissjóðalögunum en þær taka ekki nema úrlögleiti á þessu. Það er þá kannski frekar samkeppnislögin sem að ætti að nýta til þess að taka á þessu en það hefur ekki mikið ef nokkuð verið gert með því að beita þeim tækjum og tólum og mönnum er auðvitað töluverð vorkunn einfaldlega vegna þess að svona er bara uppspretta íslensks sparnaðar, hún er fyrst og fremst í gegnum lífeyriskerfið. Það eru engir aðilar nema náttúrulega ríkið fyrir utan lífeyrissjóðana sem hafa efni á því að kaupa stóran hluta í banka. Nei, og hefur ekki verið áhugi erlendra aðila heldur á því að eignast ráðandi hluti í íslenskum banka? Nei, það er náttúrulega búið að vera reynt og þetta rifja upp alls konar leikfimi til þess að reyna að fá erlenda fjárfesta inn í íslenska bankakerfi gegnum tíðina sem hefur engu skilað varanlega. En í útlöndum þá er mann að horfa upp á svipaða þróun en með aðeins öðrum leikendum. Það er að segja það eru risastór sjóðastjórnunarfyrirtæki sem eru á lista yfir stærstu hluthafa og það er þá svona einhver eins og BlackRock og Vanguard og nokkur önnur og þau eiga þá bara í keppinautum líka og í raun og veru nákvæmlega sömu stöð á íslensku lífeyrissjóðirnir og þetta hefur ekki fundist nein almennileg lausn á þó að það sé augljóst að þetta er ekki ákjósanleg staða. Nei, og þróunin hefur bara frá þessum frá því 2017 þegar skrifið greina verið bara í meira sameiginlegt eignarhald, virðist vera allan á íslenskum markaði og kannski bandarískum líka með svona þessum sigri vísitölusjóðina sem að fleiri velja að fjárfesta í gegnum heldur en að því að eiga beint í fyrirtækjum. Já, það er alveg rétt að erlendis að minnsta kosti þá er þetta knúið áfram af þessum svona kallað sigri vísitölusjóðana, þar sé að þetta er bara sjóður sem að kaupa í öllum fyrirtækjum og nokknu jafn mikið hlutfallslega í hverju einu og þá enda þeir sjálfkrafa sem stóri hluthafar í öllum fyrirtækjum sem eru skráð á markað eða allavega þeim sem eru skráð í þessar vísitölur sem helst er hort til og þar með eru þeir orðnir eigendur að hluta í mörgum keppnutum. Lífeyrissjóðir er nú meðvitaður þetta og þessa gagnrýni og þeir hafa nú eitthvað reynt að svona bregðast við henni eða þeir eru svona með einhvers konar reglum hvernig tala við sína stjórnamenn og hvernig velja stjórnarfólk og hvernig koma frá skoðunum sínum og framfæri en finnst þið það hafa það er alveg augljóslega viðleitni og það ber auðvitað að virða hana og ég er næstum vissum að það er enginn hjá lífeyrissjóðnum sem að vilja spila á þessa stöðu til þess að græða á kostnað viðskiptavina fyrirtækjana sem þeir eigi í. Það er auðvitað ekki þannig en þeir eru samt í dálítið erfiðri stöðu því að jafnvel þó að þeir reyni eitt sem er að geta reynt er að halda sér svolítið til hlés og fá aðra og þá fjárfesta úr einkageiranum til þess að vera svona í leiðtogahlutverki í hluthafahópnum
og það þýðir þá að það einhverjir einkaaðilar sem eiga kannski bara tiltölulega lítinn hlut sem einhverju hluta vegna eru farnir nánast að ráða fyrirtækjum. Það er ekkert endilega heppilegt heldur, og síðan þetta ekki hægt með góðu móti að setja upp einhverja svona kínamúra innan lífeyrissjóðs, þannig að aðilarnir sem er að hugsa hlutabréfin í Íslandsbanka séu ekki að hugsa hlutabréfin í Arion banka. Þeir eru of litlir. Það er bara, já, bara, og jafnvel sko hjá BlackRock og einhverjum slíkum aðilum sem eru miklu stærri en íslensku lífeyrissjóðirnir, þá er þetta ekki auðvelt. nei, maður séð einmitt og það kannski einmitt þú segir að gæti verið neikvæð áhrif af því að litlir aðilar séu leiðandi fjárfestar, en ef maður horfir yfir skráða markaðan á Íslandi þá er þetta víða þannig og maður þarf ekki vera mjög læs á svona hverjir spila með hverjum að sjá að oft eru kannski einmitt einhverjir með 15% hlut, 10-15, 20% hlut sem eru einkafjárfestar, einhver hópur sem hópar sér saman með 3-5 stjórnarmönnum og gætu hugsanlega líka verið þarna þá sem skammtíma fjárfestar til þess að kannski ekki með sömu hagsmuni og endilega allir aðri fjárfestar sem eiga með þeim og meiri hluta í félaginu. Já, það er alls konar svona hættur. Lífeyrissjóðirnir eru náttúrulega í eðli sínu langtíma fjárfestar og vilja auðvitað að fá góða ávöxtun til langs fram á sínum fjárfestingum og eru nú ekki mikið í því að stökkva inn og út úr einhverjum fyrirtækjum, allavega ekki hér innanlands. Enda myndu þeir varla geta fundið neina mótaðilega í þau viðskipti. En í staðinn þá kom einhverjir miklu smærri aðilar sem eru eiginlega að spila annan leik heldur en lífeyrissjóðirnir og það er kannski ekki endilega heppilegt fyrir lífeyrissjóðina að slíkir aðilar ráði ferðinni. En getur það líka verið jákvætt af því að í einhverju tilfellum að því að svona fyrirtæki það er svona hendar þeim að hafa eitthvað sem ráði för og hendar stjórnendum að vita í hvað áttir eignarhaldi vill að hlutinni fari og séu kannski þá meira hreyfiafl til þess auka arðsemi eða sækja markaðshlutdeild sem að þetta sameiginlega eignarhald sem þið skrifuð í greininum geti unnið á móti, þannig að þetta sé svona ákveði og það sé kannski gagnsæi í stjórnarháttunum sem að geti svona vegi milli að áhrifin sé aðalega jákvæð en ekki neikvæð. Jú, ég held að það sé alveg rétt. Að einhverju marki þá getur þetta verið jákvætt og við getum bara verið með einhverja fjárfesta sem að ráða ferðin í, það þarf ekki að vera banki, það getur verið fjarskiptafyrirtæki sem að eiga enga hagsmuni í keppinautnum. Það getur vel verið að það sé heilbrigðara kerfi heldur en að ef að lífeyrissjóðirnir sem eiga kannski stóra hluta í báðum keppinautunum væru að reyna að stýra þeim með einhverjum kínamúrum á milli þeirra aðila sem að stýra öðru fyrirtækinu en ekki hinu. Nú kennir þú samkeppnisrétt meðal annars, eða ekki samkeppnisrétt, þú kennir svona samkeppnisfræði og hefur líka verið í stjórn samkeppnisréttarins og þetta var að Seðlabankans og þannig að komið svona að reglu, þó sést ekki í slíku hlutverki í dag, komið svona nálægt regluumhverfinu. Hvað heldur þú að samkeppnisréttið sé að horfa til núna þegar það verið að meta þessa samruna beiðni Arion og Kviku eða áform? Já, sko, þeir horfa örugglega á margt. Þetta sameiginlega eignarhald er einhver hluti af því en það er nú væntanlega ekki stærsti hlutinn, heldur kannski bara einfaldlega að þarna er markaður sem er mjög samþjappaður fyrir. Það eru 3 stórir og svo 1 svona meðalstór og svo nokkrir mjög litlir. Og alla þá mælikvarða sem samkeppnisyfirvöld bæði á Íslandi og í nágrannalöndunum nota, þá myndi slík samþjöppun kalla á mjög tortryggna skoðun á enn frekari samþjöppun í gegnum samruna. Þannig að ég held að þeir væru ekki mjög uppveðraðir yfir þessum hugmyndum og svona frekar tortryggnir á þær. Það er þetta gaman að því það er nú fátt nýtt undir sólinni. Það var einu sinni sem inn á borði hjá Samkeppniseftirlitinu
stór samruni banka sem að þá voru Búnaðarbankinn og Landsbankinn og samkeppnisráð sem þá var einfaldlega útilokaði þá hugmynd og lagðist þvert gegn henni og hún fór ekkert lengra. Og ef maður kíkir á það plagg, þó að tölurnar séu allar úreltar, þetta er aldarfjórðungur síðan, að þá er svona aðferðafræðin og öll hlutföll og annað voða svipað á núna. Og ég held að niðurstaðan yrði bara mjög svipuð því að það hefur voða lítið breyst. Kvika er þetta frekar lítill aðili en samt það stór að samruni við Arion myndi draga eitthvað úr samkeppni á þessum markaði. En er Kvika þá ekki Kaupþing dagsins í dag og þessi samruni varð ekki veruleika en þá stökk Kaupþing inn og hérna sameinaðist Búnaðarbankanum og úr varð KB banki og síðar Kaupþing banki hérna Jú, það var sagan þarna fyrir aldarfjórðungi. Ég fór nú ekki alveg að setja Kviku í það hlutverk en það veit ég svona það Kaupþing hafði orðið til úr litlum fyrirtækjum sem hefur saminast verðbréfafyrirtækjum, svolítið svipað á Kvika banki. Jú. Og svo var náttúrulega ýmislegt annað þarna eins og FBA sem að þarna rann inn í þetta alls saman. Já. Og bankastjóri þess á þeim tíma, ungum maður, held hann að verið 27 ára eða jafnvel yngri þegar hann var bankastjóri FBA, Bjarni Ármannsson, hann er mögulega leikandi í næstu sameiningu á bankamarkaði. Það er svona, hefur náttúrulega heyrst áhuga einhverja á sameiningu Skaga sem heldur á Fossum fjárfestingarbanka, íslensku verðbréfum og Vís við Íslandsbanka. Og ef maður skoðar eignarhaldið á Skaga þá er það einkafjárfestir í efsta sæti lista yfir stærstu hluta og það er Bjarni Ármannsson í gegnum félagið Sjávarsýn. Væri það ekki svolítið svona, ef erum að horfa á söguna svolítið svona í takt við söguna að einhverjir svona Jón Ásgeir komin aftur í reka matvöruverslanir og Björgúlfur Guðmundsson fór aftur að reka skipafélag og að menn svona sækja aftur í það sem maður byrjuð í að Bjarni Ármannsson verði ráðandi hluta við þá í Íslandsbanka og það verði þá undantekningin á bankamarkaði að kannski er hann að kaupa upp eitthvað í framvirku samningum í Íslandsbanka, við getum ekki vitað það, en Nei, ég er svo sem hef engar innri upplýsingar úr þessu plotti og hef svo sem ekki lagst yfir einhverjar tölur sem að Samkeppniseftirlitið myndi skoða alveg óathuguðu máli. Það myndi nú halda að það veri einfaldara eða allavega auðsóttara að fá Samkeppniseftirlitið til þess að samþykkja samruna Skaga við banka heldur en að leyfa samruna tveggja banka. Einfaldlega vegna þess að Skaginn er ekki stór á bankamarkaði en með persónur og leikendur ég fór enga að spá það hverjir eru þar í forustu hlutverki. En þá bara svona teóritist væri ekki jákvætt svona út frá því sem meginumræðan okkar að sameiginlegt eignarhaldi ef það væri þá einn banki sem væri með öðruvísi eignarhald ef það færi þannig að einhverju myndi safna eins og Bjarni eða einhver safnið sér saman einkafjárfestar? Jú, það væri vissulega heppilegt sko, bæði fyrir samkeppni og fjármála stöðuleika. Það er bara almennt ekki gott fyrir hvorki samkeppni né fjármála stöðuleika að vera með mjög einsleitt bankakerfi þar sem að sko, bæði uppbygging bankana og eigendahópurinn er svipaður jafnvel meira að minna sömu aðilarnir. Það er ekki gott módel. Þannig að ef við fengjum eitthvað annað módel þá væri það vissulega spennandi. Það þyrfti auðvitað ekki að vera endilega íslenskir einkaaðilar. Það væri náttúrulega mjög áhugavert ef að hingað kæmi nú öflugur erlendur banki einhvern tímann. En það er draumur sem að einhverjir hafa haft í áratugi án þess að hann hafi ræst. Þannig að kannski er ennþá einhver bið eftir því. Ræðum það í boði góðra samskipta. Góð samskipti hafa í 15 ár aðstoðað stjórnendur við að viðhalda trausti almennings, grípa ný tækifæri og að þjálfa stjórnendur framtíðarinnar. Einmitt.
Kannski það sem við höfum ekki rætt ef við erum að horfa á bankakerfi er Landsbankinn og ég talaði nú þannig upp að það væri búið að stíga lokaskrefin í endurreisn íslensku bankana en það fer kannski eftir hvernig þú spyrð, sumir myndu segja að það verði ekki klárað fyrir en að ríki byrja að minnka og jafnvel losa hlut sinn í Landsbankanum, en það virðist þú ekki vera mikil svona pólitísk pressa á það. Sjálfstæðisflokkurinn enda lagði fram þingsályktunartillögu það daginn en ekki fyrir að maður komin í stjórnarandstöðu. Það var ekki að Já, vinna markvisst að því að meðan hann var við stjórnvölinn. Kannski skiljanlegt svona útspil en hvað heldur það? Við sáum í Noregi og Svíþjóð að ríki hélt ansi lengi eftir talsverðum hlut í einum eða tveimur bönkum eftir bankakreppuna á 9. og 10. áratugnum þar. Já, sko, þetta er náttúrulega kannski fyrst og fremst spurning svona einhverja pólitíska strauma og stefnur. Ég held að sé nú alveg nánast búið að negla fyrir það að núverandi ríkisstjórn hreyfir sig eitthvað með Landsbankann. En auðvitað gætu eftir einar eða tvennar kosningar verið einhver önnur mynstur í ríkisstjórn sem að hefðu meiri áhuga á því að selja Landsbankann. Ég myndur kannski ekki líta samt svo á að sko salan á þessum síðustu rúm 40% í Íslandsbanka hafi verið eitthvað svona áfangi í endurreisn bankana því að bankarnir voru auðvitað endurreistir sko með þarna handafli haustið 2008 og svo auðvitað þurfti að gera ýmislegt til þess að gera á starfhæfi eftir það. En þeir voru alveg ágætlega starfhæfir löngu áður en að ríkið fór að selja hluti þeim jafnvel sko meðan að eignarhaldið var mjög skrítið í einhverja kröfuhafa eða þrotabúa sem voru í einhverja kröfuhafa. Þetta voru vel starfhæfir bankar í því skrítna eignarhaldi og Landsbankinn er auðvitað mjög vel starfhæfur núna þó að sé í eigu ríkisins. Og raunar svona lokapunktur kannski á þessu ferli. Já, gæti verið lokapunktur á svona einhverju ferli sem að þarna hófst með einkavæðingu og tók síðan smá dífu í bankarhruni, svona smá dífuna í gæsalappa, þetta var auðvitað risa áfall og ríkið endaði með fyrst einn banka í fanginu sem var Landsbankinn, fekk svo Íslandsbanka í þarna uppgjörinu í kringum nauðasamninga bankana og er núna búið að vinda ofan af því sem að tók 4 ár eða frá því að byrjaði á því 2021. Þannig að þetta er svona áfangi í því að vinda ofan af þessu eignarhaldi sem að auðvitað var ekki stefnt að. Það var eiginlega búið að leggja þær línur með einkavæðingunni kringum aldamótin að ríkið ætlaði ekki að eiga í bönkum og svo eignaðist ríkið banka á þess að stefna að því og nú er búið að vinda svona til háls ofan af því. En þú nefnir stjórnarstjórn eftir því að Landsbanki fari líka. Já, þú spáir ekkert á næstunni og lest hann í þessu pólitísku, en það er nú samt Kristrún og fyrrverandi bankastarfsmaður og Viðreisn hefur nú verið svona ekki hlynnt ríkisafskiptum en þegar svo sem gefið það út að það sé ekki stefnt að þessu. En sérðu ykkur önnur áhrif á þessu stjórnarskipti svona á áherslu stjórnenda í samkeppnismálum og svona regluumhverfi fjármálamarkaðarins? Ég held að sé nú bara töluverð samfella sko í því og á ekki vonan einum verulegri byltingu varðandi regluverki með fjármálakerfinu. Þá erum við þetta eftir sem áður í þeirri stöðu að það er svona uppistöðu til innleitt frá Evrópusambandinu og samkeppnislöggjöfin er það nú raunar líka. Við ráðum einhverju framkvæmd og áherslur og getum auðvitað sett nýtt fólk í einhverja stöður, stjórnir og slíkt. En það er mjög erfitt að sjá að stjórnarskiptin breyti nálgun stjórnvalda á regluverk hins opinbera nema þá bara svona reyna að slípa til framkvæmdina. Mikið verið að ræða ekki bara eftirlit með bönkum og samkeppni heldur líka heilbrigðiseftirlit og þarna skipulagsmál, sveitarfélaga og slíkt og þetta er hægt að
gera slík ferli liprari og fljótvirkari og auðveldari og það nú örugglega mikill pólitískur stuðningur við það nánast þvert á flokkslínur Mhm. og ég var nú bara mjög fein að það tækist eitthvað að þannig einfalda þau mál öll. Já, tek undir það með þér. Rétt í lokin að því að ég sá varst í fréttunum í dag og viðtal á RÚV að þú setti fram gagnrýni á ríkisendurskoðanda sem að mér fannst áhugaverð og ég vildi bara svona fá kannski örlítið að ræða meira við þig Já. það af því að svona kemur svolítið á óvart að ég tek allan undir með þér að ríkisendurskoðandi bregðist svona við, hann semst hefur verið kærður til lögreglu reyndar sem svona er eitthvað svona er þetta ekki félag löggiltra endurskoðanda eða einhver svoleiðis batteri Já, þetta sem er endurskoðunar ráð sko, sem er svona opinber eftirlitsaðili með þessum geira en skipað starfandi endurskoðendum eigum að rétt já, skipað slíku fólki ég man nú ekki alveg hverju tilnefna í ráðið en þetta hefur nú bara svona töluvera stöðu innan þessa þrönga heims sem að skapa svona okkur trúurleika með þessari upplýsingagjöf sem að felst í endurskoðun hlutafélaga en maður svona hefði haldið að einhver sem starfa beinlínis við þá hefur þetta lögbundna hlutverk að vera endurskoða aðra myndi svona upplifa ytra aðhald meira sem eins og vinur sem til vans, að það sé vinur sem til vans segir og það sé gott að hafa ytra eftirlit með starfsháttum og líka við starfshætti ríkisendurskoðanda ertu ekki sammála því? Jú það er auðvitað þannig að við erum með aðeinar sem hafa eftirlit með hinn og þessu og ekki bara endurskoðendur heldur líka lögreglan og hitt og þetta og svo höfum við aðeinar sem hafa einhvers konar eftirlit með eftirlitsaðilum sem auðvitað árþúsunda gömul hugmynd og ég held að þetta í alveg eins við endurskoðendur eins og aðra það þarf að fyrst auðvitað að láta það fara í gegnum svona einhvern ákveðið ferli til þess að fá starfsréttindi og svo þarf að fylgjast með því að þeir viðhaldi þessum starfsréttindum og endurmenntun og slíku og standi sig í starfi og svona eigi á hættu að missa jafnvel réttindin ef að þeir uppfylla ekki allar kröfur og það er mjög skrítið að aðeins eins og ríkisendurskoðun ætli bara einhvern veginn að þannig að líta svo á að þetta bara komið þeim ekkert við og þeir geti bara endurskoðað félög með þeim hætti sem að þeim finnst þetta Þú sagðir að þetta var eins og að forstjóri Landspítalans myndi vera lögfræðingur en svo heimild í því en myndi síðan fara að gera skurðagerð í krafti þess að stýra stofnun á sig skurðagerða Já, það er kannski svolítið klanaleg samlíking hjá mér en svona í grunninn þá er það auðvitað þannig ef að við erum eitthvað starf sem krefst sérfræðiþekkingar og vottunar og svo allar bara einhver annar í krafti þess að hann stýrir einhver ríkisstofnun að fara alveg framhjá því kerfi að það er ekki heppilegt. Svo ekki sé dýpra í árunni tekið. Nei, það verður áhvert að sjá hvernig þetta þróast við vonandi endar þetta ekki með lögreglu kærum Nei, ég held nú að lögreglan sé ekki góður aðili til þess að leysa úr þessari flækju, það verður einhver annar að gera það. Akkurat. Takk kærlega fyrir spjallið, Gylfi. Já, takk að þér.